Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og ég ætla nú að byrja á því að bjóða fólki gleðilegt nýtt ár og þakka fyrir það gamla og gestir mínir í sjávarútvegsspjallinu í kvöld eru Björn Ólafsson, fiskitæknir, fyrrverandi starfsmaður hjá Hafrannsóknastofnun og unnið við fiskvinnslu og ýmislegt tengt sjávarútvegi í gegnum tíðina og Jón nokkur Kristjánsson sem þarf nú varla að kynna fyrir áhuga fólki sjávarútveg. Og við ætlum aðeins að fara hérna yfir hlutina varðandi sérstaklega Hafrannsóknastofnun og það eru náttúrulega athyglisverðir þættir. Meðal annars hefur Björn Ólafsson verið að benda okkur á það að síðan við byrjuðum að veiða loðnu á Íslandi erum við búin að veiða 35 milljón tonn á 50 árum af loðnu og Jón Kristjánsson hefur náttúrulega verið að gagnrýna vinnubrögð og árangursleysi hjá Hafrannsóknastofnun og starfsmönnum Hafrannsóknastofnunar síðan við settum kvótakerfið á og við höfum ekki verið að auka veiðar í neinni tegund og alls ekki kvótabundnum tegundum því að nánast hefur það verið sammert leið og við höfum sett kvóta á einhverja tegund að þá höfum við skert veiðar á viðkomandi tegund og við erum núna með 20 og eitthvað tegundir bundnar í kvótum og það er bara marhnútur sem er ekki komin í kvóta og skata og tindabyggja og fáar tegundir. En svo við byrjum á þér, Jón, þú og svo náttúrulega má ég ekki gleyma að minnast á að nú er mikil umræða makrílinn og þar er komið fram að Alþjóða fiskveiðiráðið hafi reiknað aftur í tíman stofnstærð á makríl fyrir 10 árum síðan og það reynist bara samkvæmt því áliti sem að norskur fiskifræðingur og Alþjóða fiskveiðiráðið hefur eiginlega samþykkt að sé rétt hjá honum að mat á makrílstofninum sé rangt metið aftur í tíman hjá Alþjóða fiskveiðiráðinu. Hvað vilt þú segja þetta til að byrja með, Jón? Já, hann sagði það á sínum tíma að makrílstofni væri miklu stærri. Og hann byggði það, það er nú fyrsta lagi með makríl að hann sést mjög illa á fiskleitatækjum. Já. Og það er mjög erfitt að mæla hann vegna þess að hann hefur engan sundmaga. Það er aðalega loft í sundmaganum á fiskum sem að gefur endurvarp. Já. Og það er á dýptamælir og á astik. Já, og hann sést mjög illa. Og það hefur verið reynt að laga það með hátíðnumælum og svoleiðis en allavega þá mælist hann illa þannig. Þannig að til þess að reyna að nálgast stærð stofnsins þá hafa farið út í það að við vita það að telja hrogn í hrygnunum, hvað er mörg hrogn í hverju hrygnu. Síðan fara þeir með háf í hafið og draga hann upp og telja hrognin sem þeir fá. Þeir eru að telja hrogn frá Biskajaflóa, norður fyrir England og norður í Barentshaf og til Íslands. Á allri hrygningaslóðinni þá eru verið að telja hrogn og makríl og áætla út frá fjöldanum sem er svona mjög óvissur háður, fjöldan sem að hafið þá hringt. Margfald að það með 2 til þess að fá hængana með. Og
Þetta að sjálfur sér svona álíka gáfulegt eins og að reyna að telja til dæmis græn sandkorni í Sahara Já, og áætla fjölda grænna sandkorna. Og þeir vissu það að þetta ónákvæmt. Það farið á 3 ára fresti. í svona leiðum. Já, og ég veit það að það sko bara út af Mývatnsrannsóknum. Það mjög erfitt að telja svif í stöðuvatni og það gert þannig það fer niður hólkur og svo lokaði báða enda og svo síað úr honum og það ákveðið rúmmál sem tekið af vatni og svo talið. Það gefur eins og bara mjög óvissar niðurstöður. Og þetta svona það vita það allir þetta óvist að gera þetta. Þannig að þeir tóku upp á því að gera eins og gerðu síldina að merkja með stálmerkjum. Já. Og það var þannig á síldinni að það var merkt síld og það var skotið inn að segulmerkjum sem að svo þegar síldin fór í bræðslu þá var það seglar í Vestmiðjunni sem tóku merkin úr mjölinu. Já. Og það reyndist ágætlega þar. Það reyndist ágætlega. Svo gerðu þetta við makrel og hafa verið að merkja hann, en þeir trúðu ekki niðurstöðum. Nei. Það var þannig að það endurheimtur að þessum merkjum voru mjög litlar. Og ef það eru mjög litlar endurheimtur, þá hefur stofnin verið gríðarlega stór, skilurðu. Já. Þannig að það gaf stofnstærð sem þeim fannst vera út úr öllu korti. Allt og stór. Já, og þá fóruð og passaði ekki við hrognatalningar og annað. Og þá fóruð þeir í það að breyta, segja, heyrðu, þetta eru bara afföll út af merkingunni. Já. Við bara giskum á það að drepist 80% en 90% við það að láta merkja sig. Þannig að ef við hefðum merkt 100, þá voru það raunverulega ekki nema 20 lifandi sem sendi í burtu. Jens vildi nú ekki segja þetta var algjört gisk sko. Já, það gaf miklu stærri stofn. Já, þetta hefur verið bara algjört fúsk ef við köllum þetta bara rétt og nota rétt orð. Ég var farin að sjá þetta sjálfur bara af gögnunum hérna vöxt. Hann var farin að minnka svo mikið vöxtin og það þýðir bara eitt, það of margir fiskar fyrir æti sem til. Já. Og hann var búinn að hann léttist verulega með aldur og maður sá það að Jens var að sýna það að myndir af makrill sem veiddu á norsku skipunum í rannsóknum hann var grindhoraður og laxaseiðin voru líka grindhoraður vegna þess að það var tómt hafið, það var ekkert að éta í Norðurhafinu og hvað gerir hann þá? Hann fyrir að leita mat og hann kemur hingað. Meðal annars. Já, og þetta árið 2005 sem hann byrjar marsinum í 2010 þá var stofnin hvað stærstur og svo fer hann hér og hann kemur ekkert aftur fyrir hann kemst í ætisþröng heima. Ég meina menn sáu á bryggjónum að hann var að éta fara af fríholtum bara menn horfðu á það bara á bryggjónum þar sem voru að veiða eins og í Keflavík og Reykjavík og víðar að þar var bara makríll. Já, og með vissalega hvað hann var að gera þetta svo mikið magn og þetta með riks og hann fylltir að sjóin og það var þannig sögðu mér holmvíkingar að hann húnaflóin, fuglinn hvarf úr húnaflóa nokkurum dögum eftir að makríllinn kom. Það var ekkert að éta, hann át bara þetta þurft og þetta höfum við náttúrulega séð áður. Við sáum þetta í síldinni hér að síldin fór að færast norðaustur og endað á Svalbarða. Já. Þá var það vegna þess að kolmunin yfirtók miðin. Hann tók gjörsamlega yfir mig. Ég fylgdist með þessu. Bæði fengum við torfur 86-7 og svo, 68. Þá varst að tala á Árna Friðrikssyni. Nei, þá erum við á, við vorum reyndar á, ég var á Snæfugli 68. Já.
og Já, þeir voru búin að síldarbátum. sjá sko torfur, þeir voru að kasta á torfur sér í Reyðarfjarðardýpi, það var bara ánetið af kolmuna og var að fara með nótin í land og var bara margra daga verkar sinns, hann hefur var ekki ónýtt og hann ánetið það svo mikið. Og þegar ég að fara út í síðasta túrin, hann 68, þá förum við til Jan Mayen og Svalbarða. Og það lóðaði á kolmuna alla leiðina þangað við komum næstuðin komni til Svalbarða og það síldin. Hann átt líka hafið alveg reynd. Já. Þetta aldrei talað þetta, það alltaf talað ofbeiði. Það var bara, þetta fæðusamkeppni. Er það ekki allt í lífríki sjávar? Er þetta ekki allt ein samkeppni? Það bara stóri fiskurinn að éta þann litla og það bara alltaf matinn. Já. Og eina sem við getum gert það að bjarga þessum kvikindum frá því að verða étnir með því að veiða þá. Já. Skilur. Nei, ef við byrjum bara á þetta að hvalur étur náttúrulega bæði loðnu og síld og makríl og hvað sem og svif og allan anskotan eins og maður segir en þetta lifir allt hvort á öðru. Já. Það ekki þannig? Jú, það svolítið. Tölvar veit ekkert þetta. Nei, en nógu mikið samstarf á milli sérfræðingana sem með hvert svið. Einn með þorsk, annar með ýsu, hinn með ufsa, einn með karfa, einn með síld, einn með loðnu. Og sitta í sitt hverju herbergi og svo ef hann fer að skipta sér af hérna, ef ég með til dæmis síld, þá má hann ekkert fara að taka einhverja síldar sína, hann má ekki taka minn fisk. Og það líka annað sem stóri gallinn hann á Hafró. Þeir lesa ekki í lífi einkenni dýrana. Nei. Það að segja, þú sérð það á fiskinum, hvernig holdafarið hvernig lifurinn sem nú varasjóður og auka tankurinn. Já. Og holdafarið og vaxtarhraðin og allt þetta, þeir lesa ekkert í þetta. Þeir bara telja 1, 2, 3. Þetta lykilatriði. Þetta í rauninni náttúra. Þetta lykilatriði. Ég get sagt þér það svona, kannski svona meira í grína. Ef ég legg 1 eða 2 net í vatn og sé fiski, þá veit ég alveg hvernig ástandið í öllu vatninu. Já. Þú bara sér það á fiskinu, hvað hann að éta, hvernig hann mikið að sníkjudýrum, hvernig lifurinn, hvernig þetta og hitt og hvað hann feitur, hvernig vex hann. Það nóg. Já, þetta allt í samkeppni, allt við hvort annað. Já, við getum séð. Og svo náttúrulegu sveiflurnar sem komast og skapast í hverjum tegund fyrir sig. Sumar tegundir stækka mikið á stuttum tíma. Við sjáum til dæmis bara í hvalnum, hnúfubækinn, honum hefur fjölgað gríðarlega á síðustu 30-40 árum. Já, mjög. Og það ekki brugðist við því neitt. Nei. Til þess að halda upp í jafnvæginu. Nei. Og við erum náttúrulega bara þjóðin vill ekki láta drepa hvað. Nei, og svo talað náttúrulega sveiflur, býttu nú við, af hverju skapast þær? Það eins og til dæmis, það eitthvað í náttúrun sem hindra nýliðun í 25 ár. Þetta náttúrulega skilyrði. Hver þessi náttúrulega skilyrði? Það bara að éta allt frá þeim, þau hafa ekki sénslis að vaksa og étin sjálf. Það bara innbyggt í stofnin að halda niðri unguði til dæmis ef það kemur á mikið að því. Já. Og við sjáum það að stóri hrygningarstofnin gefur mjög lítið af sér. Já, og litli gefur mikið. Ég búin að sjá og fá sendar myndir stanslaust núna í heilt ár eða verða 2 ár þar sem að verið að slæja stóran fisk, þorsk og inn í honum bæði
allt nýr í 10 cm seiði eða 5-6 cm seiði og upp í 2-3 kíló af Þetta fisk. bara trillu afli í kjæftinum á þér. Já, þess vegna. Það alveg, en á meðan að við stöndum frammi fyrir þessu, að þetta eru vinnubrögð í nafni vísinda og þessir ágætu menn og ágæta stofnun presentera sig sem vísindastofnun og ef þeir vita þetta ekki, hverjir vita þetta þá? Hvar eru við stödd í þessar umræðu? Við sem erum að gagnrýna á, vitum það. Já, en þeir segja þetta gagnvart almenningi og þannig að það hlustað og til dæmis bara inn á Alþingi eru alþingismenn sem ber ekki skimbra á það og trúa því að ef að fiskifræðingur segir eitthvað þá hljóti það að vera eitthvað meira virði og jafnvel náttúrulögmál og heldur en þó að einhver gráður veiðimaður sé að halda einhverju fram. Já, þú heldur það. Já. Ég sem fiskifræðingur með mikla reynslu hef haldið 2 eða 3 sinnum fund með atvinnunefnd Alþingis, sjávarútvegsnefnd í svona 3 korter hálftíma eða klukkutíma. Það sem ég er búin að fara yfir þetta allt saman og segja þeim og sína þeim nákvæmlega með línuritum og gögnum hvað þetta röngstefna sem er við lýði. Ég fæ engin viðbrögð frá þeim. En þá ekki þar að leiðandi líka rétt að stoppa aðeins Jón við það þegar við erum að tala að þetta snúist fæðu að við til dæmis myndum draga úr loðnuveiði á Íslandsmiðum þó það væri einhver loðna að koma til hrygninga. Ég ekki sammála því. Nei, við erum ósammála. Sko, það mjög hollt. Já, mjög hollt. Það mætti fleiri vera ósammála. Það mjög hollt. En það ekki kannski þegar við erum búin að taka 35 miljón tonn á 50 árum, hefur það ekki áhrif á aðrar tegundir? Jú, en þú aðtöða það þetta mikilvægast að fæða þorsksins. Hann lítur að ganga á stofnin. Það sagt að 40% af fæðu þorsks á ári sé loðuna. Og hver fæðan? Hver fæðu þorfin? Veistu það? Já, það engin. Sko, kannski ekki fara út í svona. Nei, ég alveg á því sko að það sé á endanum ekkit viti að ganga hart að loðnu veiðum. Maður tekur til dæmis eftir því að Norðmenn og Rússar þeir ætla ekki að veiða neina loðnu í ár. Nei, sko mér finnst það bæði eins og Jón þekkir þess að tölur nú betur sko en það bæði í Barentshafi og við Nýfundnaland Labrador tómt vesen með þorstofnin og reynda loðnustofnin líka. Ekki þorstofnin, það er nóg að þorski þar. Það má ekki veiða. Má ekki veiða. Nei, þeir telja það mikið vesen að þeir með ekki veiða lengur. Það sem var verið að veiða upp í 800.000 tonn. Já. Í Barentshafi þá á minka, það búið ekki út kvotan fyrir 26. Já, ég veit og þeir eru ennþá á minkan. Já, það er nú fyrsta skiptið núna í nokkur ár sem minka svona og ég ekki farin að sjá. Það er í 340. Já, ég veist að ég ekki farin að sjá hvers vegna að gera það. En heildarveiðin verður 700-750. Núna, nei. 340. 300.000. Þeir eru komin. Ég held að væri hlutur Normanna. Nei, samtals. Þeir eru búin að semja. Já. En það sem að ég hef ekki getað séð, hvað það sem færði á til þess að gera það? Hvernig vöxturinn til dæmis? Ég hef ekki séð en gögnum það, ég finn það ekki. Nei. Hann að ef þeir eru komin, búin að taka stofnin og veiða niður, segjum það, þá eiga það að vaksa mjög vel. Já. Eða ná í þetta? Já, ég að segja það, ef að stofnin eru lítill, þá eiga það að vaksa vel.
Það er nóg að geta meðan ekki herdeildir að þorski að geta þá á til að fiskstofnum fálaður þá vex hann vel það hann hefur meira mat. Já, það verður að nóg loðnu. Ég er ekki að tala um loðnu. Ég er að tala um loðnu, sko, það er ekki sama hvort að þorskur er að geta loðnu eða einhvern annan fisk. Hann getur allt sem hann næri. Ég veit það, en bara loðnan er svona superfæða fyrir hann. Já, ef það er nú stór þorskstofn, hvað gerir hann við þennan loðnustofn? Hann slárar hann. Nakken sagði það 1990, þorskurinn át upp loðnustofn. Já, en nú er að koma út ný rannsókn bara núna, sko, í desember 25 verður að gefa út. Ég er með allt hann. Ég er farin að pröppi svona rannsókn. Það sem þeir eru með, það sem þeir eru að snúa svo golf og eru að segja að þessi loðnustofnun sem ákveður stærð þorskstofnsins en ekki öfugt. Góðan daginn. Já, þetta er ný rannsókn, hún var bara að koma út. Já, allt í lagi. Og hver var með þá? það sé að þetta er í Plus One, blaðinu frá, ég held þessi kanadís, eða franskt reyndar, fransk-kanadískt, og þetta er mjög virt tímarit og þetta er ný rannsókn sem var að gefa út. Og sko máli er, eins og þið segja, sko, það er ekki bara máli, það er máli með unglónunu, seiði, loðnunar og það allt, að þetta heldur lífinu í seiðum þorsksins og svolítið. Og það sé lykilatriði að hún fái eða geti hringt á réttum tíma. Þú veist það náttúrulega, það verður að vera, þegar seiðin kom upp, þá verður að vera plöntumassi í hafinu fyrir seiðin til að geta. Þetta verður að passa allt saman, svo að loðna náu sig og styrk. Plöntur og sveif. Já, sveif, já. Ef það er lítið af því, að þá náttúrulega misfest rigningin. Já. Og þá verður þannig að ef hún rignir of seint eða of fljótt, þá missur hún jafnvel að þessu. Loðnar rignir alltaf á réttum tíma. Já, þá verður plöntumassin að vera til staðar. Já, hann er yfirleitt til staðar. Þetta er svo dreift og þetta er úti svo við víða. En við skulum nú ekki fara að tala um svona smáatriði. En hann brókaði heila starfsæfi til að reyna að finna samband á milli hrygningar og nýliðunar og þorski við norð og hann hætti. Hann fann aldrei neitt. Nei, en það sem þeir eru að meina, þeir vilja bara meina að loðnan sé svo mikil súpufæða sem hún náttúrulega er mjög uppfull af amínósýrum og prótíni sem hann þarf til að byggja upp vöxt og hann sprettur vex langhraðast að því að éta loðnu. Já, og hvað gerir hann? Hann étur loðnu? Já, og klárar hann það. Það sem er að mínum að við ætlum að gera ívast þetta. Nei, en hérna hann stjórnar ekki hrygningarstofnunum alveg á loðnu, sko. Hann étur hana meiri það ekki þegar hún fer að fara dýpra. Hann kemur ekki alveg upp í yfirborð til að hreinsa hann upp eða. Þorskurinn étur aðalega loðnu annað ári sem hún er hérna sem unglóna fyrir Norðurland. Þar er hann étur 2 ára loðnu, hann étur ekki stóra loðnu, hann kemur bara eins og þorrablótsmatur, sko. Já, til að regna. Já, til að regna og hann er ekki byrjar að éta hana fyrir hún kemur hérna. En hann stjórnar því hvað er mikið á loðnu, unglónu hérna, sem næra komast úr kjættinum hans og fara norður. Og þegar er vanveið á þorski og hann er allur hungraður öll mið, þá étur hann mikið af unglónu. Já, þeir vilja meina sko að þessi meira atriði, hvernig hrygningin tekst, hvað mikið af henni lifir til að koma, heldur hvað þorskurinn étur á loðnu. Því meira sem hrygningin sko nær sér á strikk og náttúrulega seiðin, loðnu, seiðin og hvað þetta er allt saman, því meira kemur á miðin, því meira hefur hann að éta. Og þeir vilja meina því meiri loðna, því starri þorskstofn. Því minni loðna og þetta á náttúrulega ekki bara við þetta á ekki bara við þorskstofnin, þetta á við allar aðrar tegundir. Þetta á við ýmsu, karfajabel og allar tegundir. Að hann sé verið miklu heilbriðari fiskur og verið mikið minni dánarhlutfall á honum. Á þorskinum? Á þorskinum ef hann nær að éta nógu mikið af loðnu. Já, en hann nær ekki að éta nógu mikið, það eru svo margir sem eru eltana. Skilur við? Já, það er annarkort, sko, eða bæði. Annarkort er ómikið á þorski eða ólítið á loðnu. Við vitum það og það er alveg ljóst að þorskur er stórkostlega vanveitur í Ísland.
Já, maður, Þannig að Það hlýtur að vera. fæðu þörf hans gríðarleg. já. Já. Og hann þarf að geta 2,5% á eigin Hann þyngd. getur 2000 tonn á dag. Það er heilt stór guðmundur hérna með fullur á loðnu inn í höfn á hverjum einasta degi. Hann getur 1% af þyngsin á dag. Eitt, en ekki... Tvö? Það með sér 2-3, einhver svo leiðis. Hann getur gríðarlega mikið. Já, 1.000.000 tonn á stofn hlýtur ef hann getur 2,5%. Veistu hver var lengi stærsti grasbítur á Íslandi? Nei, Það var ekki kindin. Það var rjúpan. rjúpan. Já. Já. En af hverju, ef það er svona mikið á þoss, segjum það bara, hann er að léttast, Já. hann léttist það ekki rétt, ár frá ári, kynþróskonum senkar. Hann er núna búin að vera léttast í 2 ár, Já. að minnsta kosti. En við ætlum, Jón, þú ætlar að sýna okkur mynd. Ég ætla að sýna ykkur, ekki mynd sko, það var þannig fyrir kringum 2000, 98, þá er þorskstofnin að vaksa og þeir segja þá að það sé skólabókardæmi að friðunaraðgerðin sé að skila sér og hún hérna mér sýndist það og fleirum að það væri ekki stuttið að hann færi að falla aftur. Síðan gerist það að 2000 þá kemur svona bakslag. Hann fer að minnka stofnin. Aftur. Já, og það þótti mjög slæm tíðindi. Og þá er Árni Matthísson, hann er ráðherra sjávarútvegs. Já. Og hann ákveður það að halda stóra ráðstefnu sem hann kallaði fyrirspurnaþing hérna sér í Garðabæ. Það voru útlendir sérfræðingar og íslenskir og Hafró og þetta var svona ádæli af Hafró og á undan þessu þá fór doktor Tumi Tómasson, hann var fenginn til þess að taka út gagnrýni á Hafró, á hún rétt á sér, er hún góð, er hún slæm? Og hann skrifaði stóra skýrslu, mjög vandaða skýrslu. Já. Og hún var eiginlega líka til umræðu á þessum fundi. Og þetta stóð í 2 daga. Ég var hérna einn af aðalfrumælendum á þessum þingi sem gaggrínandi. Já. Og svo var þarna alls konar fólk og pallborð og allt, þú veist, þetta var flóða, flott og fínt. Ráðstefnustjórinn hét Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já. Og þarna voru Kanada menn og svona, þeir voru allir með þessa bölsýni og svoleiðis og við vorum með gagnrýni og það var þannig í endan að í lok ráðstefnu þá fengum menn að segja sitt síðasta orð. Já. Og ég er með, þetta er 25 ár síðan það var, þetta er árið 2000 og það eru 2 klipp sem ég er með hérna á hljóðspólu, 25 ára gömul og annað fyrra bandið er þegar að Tumi Tómasson sem hann skrifaði þessa skýrslu hans loka orð, þetta er svona 2-3 mínútur eitthvað svo leys. Já. Megum við fá þetta hljóðband? Já, en við þurfum náttúrulega að kynna það að Tumi Tómasson á þessum tíma var skólastjóri hérna hjá Sameinuðu þjóðunum. Sjávarútvegsháskóla Sameinuðu þjóðunum. Já, sem hafði aðsetur á Hafró og þegar hann var að skrifa þessa skýrslu þá var hann fyrir miklu aðkasti inn á stofnuninu. Þeir vildu ekki fá svona skýrslu, þeir voru skítrættir. En hann skrifaði hana þessa skýrslu og hún er þarna og hans loka orð eru þarna í klippi. Það er gaman að heyra hvað hann segir. Megum við fá þennan hljóðbút inn í... Við fáum það núna. Og þá snúum við okkur að loka orðunum. Já, við ætlum að byrja hérna á endanum og það við Sigurgeir höfum ákveðið það í rauninni að slá saman lokaorðum og svörum.
Við gerum ráð fyrir svona 2 mestalagi 3 mínútum á lokaorðin en þeir sem að hafa spurningar til þess að svara bæta þá við. En við erum nokkuð hörð á tímanum. Tumi Tómasson, þú byrjar. Já, ég vil nú bara lýsa yfir því hvað ánægður ég með að þetta þing skuli hafa verið haldið og ég finnst að þetta verið mjög gagnlegt. Hér hafa menn skipt á skoðunum og komið fram í ýmis álitaefni sem að ég held að sé mjög gott veganesti í áframhaldandi umræðu sem að ég tel algjörlega nauðsynlega starfi Hafrannsóknastofnunar og framtíð okkur allra og held að það geti bara styrkt hana. Ég get alls ekki tekið undir þá skoðun sem að hér hefur komið fram að við fáum hér einhverja erlenda sérfræðinga sem að koma með heilagan sannleikann sem við eigum að pakka inn í fallar umbúðir og senda öllum efasemdarmönnum. Ég ætla bara að vona það að við berum gæfu til þess að eiga efasemdarmenn áfram og fá einhverja nýliðun í þá hóp eins og reyndar þurfum við líka að fá nýliðun í hóp hinna sannkristnu í þessu máli. Nú, ég vona það líka, maður hefur nú heyrt aðeins á þessu þingi að þó að þetta hafi verið málefnilegt og gott í uppstöðinu til, að þá heyrir maður nú ennþá raddir úr fortíðinni og manni finnst svona að það séu ennþá til þeir menn hér sem að grípa til þessara hefðbundnu forn íslensku aðferða að ráðast hér vilja fara hér í eitthvað svona hefndar vígar stíl af stað sem að ég tel alls ekki góð leið til framtíðar og vera mjög slæmt ef að menn vilja fara þá braut. Þá betra heima setið en af staðfarið. Nú, mér datt í hug varðandi þessa umræðu um líffræðina að þá hef ég stundum verið að hugsa þá og ætlaði nú svona enda kannski á því að fá menn til að velta fyrir sér varðandi sókninni í þorskstofninn. Það hefur verið mikið til umræðu núna á síðustu ári hafa menn verið mikið að spekulera í þorskeldi og vera að veiða villta þorsk og fóðra hann með loðnu og búa til honum verðmætari þorsk og eru þannig að reyna að búa til þorsk úr loðnu. Ég finnst svona áhugavert að velta því upp hvort að við séum ekki að gera akkurat öfugt í veiðinni. Erum við ekki að reyna að búa til loðnu úr þorski eins og við stjórnum veiðunum. Ég hef þetta ekki lengra. Takk. Þakka fyrir tími, þá er það Jón Kristjánsson. Já, ég vil þakka ráðherra fyrir að hafa boðað til þessa fundar og gleðast yfir þeim skoðanaskiptum sem að hafa farið fram hér. Ég held að við séum hérna á nokkru svona, við getum kallað örlega stund, að við erum að upplifa drauminn 15 ára gamlan að nýliðun virðist vera komin inn á fullu hér. Seiða framleiðsla í lag og menn er að bíða eftir og hann er að koma, Gótó er að koma, nú er að koma ung fiskur inn í veiðina og það endurspeglast í skyndilokunum og borðkasti. Og ég er uggandi yfir þessu og ég fá þessa glæru. Ég held það að stofninn sé enn á leiðinni niður. Í 10 ára sveiflunni þarna þá er hann niðri á ártalinu 4. Þannig að það er 2003-2004 sem að hann samkvæmt þessu á að fara niður. Ég sé engin teikn á því að hann sé að rétt úr kútnum, þannig að sé. Innstreymi af ungfiski í annan endan, það eykur þrýsting, það eykur samkeppni og ef að það er rétt að eldri fiskur og stórfiskur sé fáliðaður, þá þýðir það að lögreglan í kerfinu, hún býr við skort. Það er að segja, það vantar löggur til þess að halda aftur af liðinu sem er að banka á dyrnar. Þannig að ég óttast það að við eigum eftir að standa hérna eftir 2-3 ár frammi fyrir nýju ofmati í núinu. Því að ég heyri ekki neinar breytingar í vændum að það eigi að fara að skipta veiði tilhögun eins og hér hefur verið bent á að hafi
geti haft áhrif til framleiðsluaukningar, það er að segja veiða fiskinn fyrr og hlífa frekar stærri fiski til þess að fá jafnvægi í stofninn. Þannig að í fjórða skipti þá á að leggja miðin öll undir tilraun. Ég er með tillögu í þessu sambandi. Hún er til ráðherra. Hún er að undanskilja hluta miðana þessari tilraun. Það er að segja að opna svæði þar sem veiðar eru frjálsar á allar stærðir á fiski samkvæmt samráði við sjómenn og aðra og gera þar veiði jafnframt til þess að sjá hvað gerist. Hafrannsókn hefur ekki viljað fara í svona tilraun, við höfum stungið upp á því. Ég tel það ekki mikla fórn að taka hlutamiðana undir svona tilraun vegna þess að þessar deilur eiga eftir að halda áfram, eins og ég sagði, ég er hræddur það, ég óttast að við stöndum hérna síðar í sama farinu. Mér dettur í hug til að nefna svæði frá Horni austur að Sléttu milli 20. og 23. gráðu að þar, gamla Bretasvæðið, að þar verði mönnum leyft að veiða utan kvóta, stjórnlaust með þeim veiðarfærum sem þeir vilja. Ef svo fer að þeir klára fiskinn á þessu svæði, þá er þú búið að koma honum í pening. Þannig að við getum lagt þennan peningin í sjóð til þess að hjálpa áganginum af miðunum sem eru komin í órækt. Ég vil endurtaka það í fullri alvöru að ég vil að ráðherra skoði þetta. Að gera þessa tilraun, vegna þess að við munum áfram að deila meðan ekki fæst að prófa þessa hluti. Ég þakka svo fyrir góða ráðstefnu. Við höldum áfram að ræða þessi mál. Já. Og það er náttúrulega full ástæða til þess að gera það og velta okkur upp úr því hvernig við getum reynt að hafa áhrif og koma í rauninu vitinu fyrir bæði vísindamennina á Hafrannsóknastofnun og stofnunina sjálfa og stjórn stofnunina og kannski ekki síst alþingismenn í dag hvað þeir þurfa að gera og hvað þeir þurfa að gera til að fá endur mat á hlutunum og endur skoðun á vinnubróðum í gegnum í þessari lokaræðastöðum fyrir 25 árum þá er hann að segja við á að gagnrýni sé að því góða og menn megi ekki vera svona stífir og það er hann vilji fá nýliðun í þann hóp sem er að gagnrýna því að það getur ekki verið annað en að finna góða og vonast til þess að menn fari nú að taka að vinna saman í þessu í staðin fyrir að afneta alltaf öllu á þessum skóla sem er alveg fastur í sínu. Já. Og það er náttúrulega rauði þráðurinn síðustu 40 ára að það hefur ekkert verið gert með fiskifræði sjómannsins. Nei. Allan þennan tíma og alls ekki með það sem skipstjórnarmenn hafa verið að halda fram allar götur síðan. Já, en við Tumi vorum nú ekki konum með eins mikla reynslu þá eins og núna, skilurðu. Þetta er árið 2000. Og það er 25 ár síðan og í lokin þá held ég ræðu hluti sem er núna verið að stinga upp á og það var ekki gert og ég segi líka fyrir að ef við höldum eins árum að gera mikið neitt þá munum við fara niður þegar voru svo ánægðir hann á fundunum að það væri alltaf að fara upp og ég segi þetta er ekki að fara upp, þetta er að fara niður. Við skulum kíkja á hann på. Þú ert sem sagt 25 árum á undan tíman. Já, ég var að segja, ég kunni mitt fag á þessum tíman. Já. Við skulum heyra þennan bút þarna. Já, gjör svo vel. Fyrir tími þá er það Jón Kristjánsson. Já, ég vil þakka ráðherra fyrir að hafa boðað til þessar fundar og gleðast yfir þeim skoðanaskiptum sem að hafa farið fram hér. Ég held að við séum hérna á nokkru svona, við getum kallað örlaga stund, að við erum að upplifa drauminn 15 ára gamlan að nýliðun virðist vera komin inn á fullu hér. Seiða framleiðsla í lag og menn er að bíða eftir
og hann að koma, Gótó að koma, nú að koma ung fiskur inn í veiðina og það endurspeglast í skyndilokunum og brottkasti. Og ég uggandi yfir þessu. Má ég fá þessa glæru? Ég held það að stofninn sé enn á leiðinni niður. Í 10 ára sveiflunni þarna þá er hann niðri á ártalinu 4. Þannig að það er 2003-2004 sem að hann samkvæmt þessu á að fara niður. Ég sé engin teikn á því að hann sé að rétt úr kútnum, þannig að sé. Innstreymi af ungfiski í annan endan, það eykur þrýsting, það eykur samkeppni og ef að það er rétt að eldri fiskur og stórfiskur sé fáliðaður, þá þýðir það að lögreglan í kerfinu, hún býr við skort. Það er að segja, það vantar löggur til þess að halda aftur af liðinu sem að banka á dyrnar. Þannig að ég óttast það að við eigum eftir að standa hérna eftir 2-3 ár frammi fyrir nýju ofmati í núinu. Því að ég heyri ekki neinar breytingar í vændum að það eigi að fara að skipta veiði tilhögun eins og hér hefur verið bent á að hafi geti haft áhrif til framleiðslu aukningar, það er að segja veiða fiskinn fyrr og hlífa frekar stærri fiski til þess að fá jafnvægi í stofninn. Þannig að í 4. skipti þá að leggja miðin öll undir tilraun. Ég með tillögu í þessu sambandi. Hún er til ráðherra. Hún er að undanskilja hluta miðana þessari tilraun. Það er að segja að opna svæði þar sem veiðar eru frjálsar á allar stærðir á fiski samkvæmt samráði við sjómenn og aðra og gera þar veiði jafnframt til þess að sjá hvað gerist. Hafrannsókn hefur ekki viljað fara í svona tilraun, við höfum stungið upp á því. Ég tel það ekki mikla fórn að taka hluta miðana undir svona tilraun vegna þess að þessar deilur eiga eftir að halda áfram. Eins og ég sagði, ég er hræddur það, ég óttast að við stöndum hérna síðar í sama farinu. Mér dettur í hug til að nefna svæði frá horni austur að Sléttu milli 20. og 23. gráðu að þar, gamla Bretasvæðið, að þar verði mönnum leyft að veiða utan kvóta, stjórnlaust með þeim veiðarfærum sem þeir vilja. Ef svo fer að þeir klára fiskinn á þessu svæði, þá er þú búið að koma honum í pening. Þannig að við getum lagt þennan peningin í sjóð til þess að hjálpa áganginum af miðunum sem eru komin í órækt. Ég vil endurtaka það í fullri alvöru að ég vil að ráðherra skoði þetta að gera þessa tilraun vegna þess að við munum áfram að deila meðan ekki fæst að prófa þessa hluti. Ég þakka svo fyrir góða ráðstefnu. Nú erum við að fara að skoða mynd sem segir okkur eitthvað og vonandi áhorfendum hvað er í gangi og Jón, þú kannski þessi mynd sýnir aflan á Íslandsmiðum og er ættuð úr Hafrannsóknastofnun og við sjáum það að fyrir kvótakerfi að þá er veiðin 400-500.000 tonn. Svo gerist 83 og hún hrynur og svo var allt í einum hóa fiskir sem hann segir og hann hækkar og svo lækkar og 83 kemur skellurinn og við verum aðtuga það að á þessum tíma kringum 75-80 þá eru útsendingar að fara og við eigum ekki eins og skip til að taka við. Þeir eru að koma þarna inn á fullu en það er skuttogara væðing þjóðarinnar á sér stað á þessum árum þegar við erum að losna við útlendingana út. Svo kemur kvótakerfið og þá má ekki beita sér að fullu og þarna er 85-6 þá er svona sóknarkerfi með þessu. Já. Svo fer það að falla aflinn þannig. Það er sóknamark til 91. Já.
og síðan kemur þarna 95 inn í Rauðahringnum, það er aðdragandinn að ráðstefnunni, þá er hann að hækka og svo fer hann að hrynja og ástæðan er það vera fyrir miklum vonbrigðum og þeir kölluðu þetta vanmat, ofmat. Þessu stofninu var ekki svona stóra sem við heldum að það fiskur að vera að drepast á hungri og þá heldum við þessa ráðstefnu og ég spáði því þessu loka orði mínu að við skildum ekkert vera að gleðjast. Það er aukast nýliðun og það þýðir bara eitt að meira innstræmi, meiri fæðuþörf og lítið að stórum fiski til að halda móti. Og við eigum eftir að fara niður aftur sig og við förum niður 2005, þá voru konið 150.000 tonn. Já. Og þá var sem sagt ekki hlustað á þetta eða skoðað, býtu, hvað sagði hann? Það er bara glemt, það má ekki tala um þetta. Já. Menn hefur tekið til höndinu og farið eftir niðurstöðum þessar ráðstefnu, gagnrýnenda, þá værum við kannski ekki svona í dag. Nei. Þetta er alvarlegur hlutur. Við erum að tapa 100 milljarða á hverju einasta ári. Já, í þjóðartekjur. Í þjóðartekjur og það litla sem við fáum fyrir þennan fisk sem hann fyrir í vasa útgerðana. Já, hann er náttúrulega kannski skila sér ekki allur inn í þjóðfélagi. Nei. En vonandi sem mest. En svona er þetta. Já, ég er búin að kynna mér þessu sögu mjög vel hvernig þetta hefur rokkað verið og ekki verið og ég skil ekki eftir 40 ára við sem ekki búin að læra meira þetta eða okkar sérfræðingar. Þú ert búin að vera að reyna það, Grétar, að fá forstjóra Hafró hingað í spjall. Já, hann hefur ekki séð sér fart að mætast ennþá en vonandi verður það fljótlega. En sko, nú er hann, ég held að yrði einhver bylting því að hann hætti hann Þorsteinn. Hann hætti og það var ráðið nýr forstjóri. Já. Og ég held að það yrði einhver maður sem hann tæki á hlutunum og færi að endurskoða stefnuna. Já, maður var nú að vona það fyrst hann var ekki fiskifræðingur. Að horfa öðruvísi á hlutina. Já, en þá gerist annars. Þá kemur þessi forstjóri sem er kannski, við skulum segja, sé hagfræðingur. Já. Þá koma fiskifræðingar stóðið þarna sem var þarna og segir þú voru að gera svona og svona, þá halda þeir sinni stefnu og hann fer að trúa því að það sé rétt. Og hann dansi bara eftir þeirra hugmyndafræði og þeirra skoðun. Já, og engum öðrum gagnrýndum hleypt að. En svo erum við með annað stórt vandamál, Jón, og það er ISIS eða alþjóða fiskveiðistjórnunar ráðið. Eigum að segja það sé stóra vandamálið? Já, sumir segja að það sé hið raunverulega vandamál að íslenski fiskifræðingar væri ekki á sinni línu nema af því að þeir eru að fá nánast ordur það hvernig þeir eigi að vinna. Og þú veist hver stjórnar? Frá Danmörku. ISIS? Nei, ekki nákvæmlega. Það er ESB? Já, að hluta og það er náttúrulega fleiri. Þeirra stefna er búin að loka Eystrasaltinu sem er stórt á Íslandi. Já, en það er Bretar líka og fleiri sem koma að þeir. Bretar voru í ESB? Já, þeir voru náttúrulega í Evrópusambandinu. Já, það er allt þetta fiskifræðingaklan sem er inn í ESB eða inn í ISIS, þeir eru sama sinnis. Jú. Þú mátt ekki bregða út af línunni. Já, og það er árangurinn svo mikill að það voru veitt 500.000 tonn í Norðursjó þegar rússar og allir voru þarna. Já. Núna er aflinn 3% af því sem var. Hann er 25.000 tonn. Já. Og sjómenn er í vandræði með að forðast þorsk. Ég þekki þessa sjómenn persónulega. Ég held að þessi bylting framöndan sko í Hafrannsóknum.
með tilkomu gervigreindar og þessar nýjustu tækni sem eru að koma. Það er mjög líklegt. Ég trúi nú ekki mikið á þess að gervigreind. Ég spurði hann að því hvernig fiskveiðistjórnarkerfið í íslensku hefur reynst. Já, nei, þú getur rökrætt við gervigreindina, sko. Þú veist, en ég held bara að það er að koma svo ný tækni eins og með umhverfis DNA og þessu gífurlegu myndavélatækni, neðansjávar myndavélatækni og þetta DNA. Veistu það að mikilvægasta tólið í þessu er mannsheilin? Já, hann verður það vonandi alltaf. Já, það er að geta lesið úr þeim gögnum og nota þá þekkingu sem er til þess að ákveða næstu skref. En það virðist ekki vera gert. Nei, ég held eftir sko þessa 45 ára eyðimörkugöngu þá eftir að koma í ljós að það er alltaf einblítt eins og á þorsk, á loðnu, að hafið þetta er miklu flóknara og í öllu þessum höfum, Barentshafi, hérna og við Nýfundaland hefur eftir stórfellda loðnuveiði, mókloðnuveiði, hefur loðnuveiði runnið og í kjölfarið þorskunin líka. Og það hefur ekki tekist að byggja upp þorskstofn eins og hann var fyrir loðnuveiði eins og hann var áður henni var byrjað að veiða loðnu. Þetta er bara staðurinn, það getur rifist hvort kemur á undan að geða hennar. Já, það hlýtur að vera það var nóg þorskveiði þegar það var nóg að loðnu, það er bara staðurinn. Ég meina, það bara er borðliggjandi. Við þurfum ekki að rífast það er bara þannig. Það er annað borðliggjandi. Að meðan var mikil þorskveiði og mikil þorskveiði, þá var nóg að loðnu. Af hverju? Af því að hann gekk ekki eins nálættinni sem fæðu. Hann var náttúrulega ekki veit mikil loðuna fyrir 1965. Nei, og hann gekk ekki eins nála sjálfum sér heldur. Ég ét undan sjálfum sér. Af því hann hafði nóg að éta. Já. Og Nei, menna, þetta er ekki svona einfalt. Það er svo viðtali. Það er að þeirra að tala að friða loðnu, það er 25 ár síðan, friða loðnu til þess að geta veitt meiri þorsk og búið til þorsk og loðnu. Já. Eigum við ekki að snúa þessu við og búið til loðnu úr þorski. Og hvað þýðir það? Veiðum meiri þorsk. Já. Já, við veislum ekki, sko, meðan við fáum ekki einu svona að gera tilraunir. Nei, en það er náttúrulega allt í voða. Það er náttúrulega alveg furðulegt á hafsvæði eins og er í kringum Ísland að við skulum ekki geta tekið einhver ákveðin svæði, hvort sem það eru 100 mílur eða 200 eða eitthvað, einhverja 100 sinnum 100 mílur eða 50 sinnum 50 mílur og haft það bara sem hólf þar sem má veiða og við fylgjumstum með því hvernig veiðin gengur þar. Það núna að gefa Grímni segum frjálsa veiði 3 mílur í kringum Eyjar og sjá hvað gerist. Já, sama mætti gera í kringum Vestmannaeyjar og víðar gera og eitt glataðasta tækifæri sem við missum, það er humar. Menn sjá humarinn minnka, humaraflan minnka og þegar hann er orðin lítill að þá loka þeir öllum humarveiðum. Já. Í staðin fyrir, og það er engin humar, það er engin merkjum að hann sé að ná sér, þrátt fyrir friðum. Ég er búin að segja það að humarinn, hann útheimtir mikla veiði vegna þess að getur undan sér. Og við erum með humar hérna í búðunum, en hvaðan kemur hann? Hann kemur frá Danmörku og hann kemur frá Skotlandi og Írlandi. Já, eitthvað frá Hollandi. Já, ég meina einhver sem er að veiða, þeir eru alltaf að veiða humar. Hann er að vísu svolítið smærri að þeir veiða yngri og veiða meira og þeir veiða stanslaust þess að við friðum svæði á hverfur hann. Og veiðar hann með trolli? Það er trolli og það eru 2 trolla bátar. Nei, það er mikið sem þeir eru að veiða hann í gildrur. Nei, það er rámt. Og eru með keðjur og alla greiðir? Já, þeir eru með alveg keðjur, ég get sýnt ykkur myndir á þessu eða viljið. Ég var að skoða þessa togari í Freysiborg og þeir eru með alveg útstýr og rigg og 2 trolla skip og bara alveg eins og við. En við kláruðum hann hér.
Við eyðilegum öll humarniðin hér. Við kaupum á frá þessum mannum sem hafa ekki eyðilegt neitt með sínum svakalegu veiðum. Nei. Og þeir segja mér það ef við friðum svæði þá hverfur humarar eftir nokkru stórir alveg eins og hér. Og þetta bara þekkt. Það aldrei verið skortur og humri á þessum miðum við Danmörk og kringum eyjar. Þegar ég þarna árið 2002 þá er veiðin humri álitin hjá skotunum 60.000 tonn. Af óslitnum humri. Já, nei, af slitnum humri. Sko, og núna voru Írarnir að koma með skip þar sem að humarinn slitinn með vélum og það eykur afköstin, sögðu þeir. Það sem sagt ekki skortur á humrinum. Það skortur á sjómannum til þess að slíta hann. Það úti? Já. Í Skotlandi? Írlandi. Það var að koma nýtt skip sem mekaniserað þannig að það slítur humarinn líka. Því að þeir komu upp að ströndinni þarna í Kilkeel, þarna í Írlandi og þar stoppuðu bátarnir fyrir utan og þær voru að slíta og þess var hent í sjóin hann rétt fyrir utan. Og svo komur hann var að koma slitinn í land. Já. Ekki hættir að slíta núna? Nei. Henda Þeir slíta humarinn megnið á honum, sko, og það meira að segja mótkeppnir í því hverju fljótastur að slíta. Já, en núna það orðið þannig, sko, var síðasta árið sem við vorum á humara þá vorum við hættir að slíta út í sjó. Já. Við settum hann bara í kör í söðmann. Já, sjálfsögðu, en það líka, ég veit ekki hvað það gerir í því, en sko, skampi og sko það markaður fyrir klærnar og hausinn. Já, þetta búið til ýmislegt úr þessu. Jú, þeir búið til súpur og var að veiða skampi, þar að segja þú. Og bætefni og alls sko. En þetta var gert. En hann búinn hér, humari. Já, en það var það sem var svo skrítið af því ég var búinn að segja þeim að það væri, sko, veiðiálagi væri sennilega lítið, það búið að vera stækka riðilinn, setja sleppigildur og annað sem að leyfa þorskinum að fara út og ýmislegt til þess að minnka veiðina á aukaafla sem á miðinu til þess að éta hann. Og ég sagði okkur beitið ekki mismundi veiði álagi á miðin til að fá einhverju upplýsingar og sjá hvað gerist. Já. Það eins og það megi ekki. Nei. Það voru nú reyndar leyfðar humarveiðar í Gildru á Arnarstapa. Já, sko, það rangt það var ein trilla að það. Þeir veiðan á Bretlandseyjum í Gildur. Þeir gera það í Danmörku. Já, það stóru humarinn. Já, það mest veitt í Gildru þar eftir því mér skilist þarna inn í hvað Limafirðinu með hvað Léttur humar ekki veitur í Gildru. Þú tókst allavega að klára hér, alveg, ganga frá. En það náttúrulega breyst, það hefur breyst svo rosalega sóknin í humarinn. Þegar ég byrjaði á humar 1972 að þá máttu við byrja að veiða humar 20. maí og við vorum hættir verslunarmannahelgi. Já, byrjun ágúst. Og þá var venjulegast leyfi til 15. ágúst held ég, en flestir hættu verslunarmannahelgi. Og við vorum með 136 feta höfulínu á trollinu og 1 troll. Núna þegar við klárum þetta þá byrjuðum við að veiða humar í mars. 1. mars og leyfðum að veiða humar fram í desember. Þannig að úthaldið var svo langt á þessum skipum og svo annað að þau voru flest með höfulínu upp á 180 fet, 2 troll og lóð á milli. Sko, Jónas sem var með humarinn hérna, hann vissi ekki hvernig veiða þetta voru í Írlandi. Nei. Þeir veiða allt árið.
Já, já. og þeir veiða sömu slóðina fram og áttur allan daginn. Og er það ekki sami humar og hér? Jú, Leturhumar? já. Leprops, Norvegingur. Já, einmitt, já. Já. En er ekki sagt að kvenhumarinn sé neðanjarðar marga mánuð á ári? Veistu Í holum. Kellingin? Ég Í veit holum? ekki, veit ekki mikið það. Nei. En það hefur verið rannsóknir á vegum Dana sem að segjast ekki sjá að trollveiðar og botnvörpuveiðar hafi nein áhrif á holunar. Já, það kom hérna, að ég er búin að garfa svo mikið í skýrslanu frá Hafró, Já, að þá kom einu sinni fram að eitt sumari þá jókst veiðin allt í einu. Og þá kom í ljós sko þegar var að fara að skoða það, þeir voru farin að veiða svona mikið af kvenhumar. Og þess vegna var hérna veiðin aukast. Já. Sem að við gerðum venjulega ekki að veiða kvenhumar. Nei, en sko ég man eftir því að við vorum venjulegast bara með fóttrippi sem var vafið með tói, Já, en svo áttu við það til þegar við vildum, þá settum við dreka keðjur á allt fóttrippi til að sökkva fóttrippinu onni í drulluna, svo við næðum onni í hólurnar. já, ég sko, veistu það, ég kann ekki Nei, ég var að humar líka, svona. og var vextjóri í humarvinnslu sko. Þegar að menn segja mér það, sjómenn sem vinna við þetta áratugi, og muniði það að þegar að þorskótið minkað, það fór allir á humar í þessum löndum, að þeir segja mér það verður að veiða stanslust. Ég get ekki að trúa því sem þeir segja, þeir vinna við þetta, og maður segir það hérna, þá segja þeir, nei, þetta er ofið. Þá stend ég bara með skeggi fast í póstkassanum, ég get ekki diskutera svona. Ég bara segja það hvað aðrir segja. En strákar, nú verður að styttast í þessu hjá okkur. Hvað leggið þið til að verði gert núna og hvað á Alþingi að gera? Á það að fá hlutlausa ráðgjafa jafnvel erlendis frá til að en hvað á að gera, hvað ætti atvinnuvegaráðherra að gera? Ég myndi byrja á því að gefa sko drillveiðar frjálsar og bæta við svona 100.000 tonnum til þess að byrja með af þorski. Já. En aðra tegundir? Já, samsvarandi, Ufsinn frjáls. Já. Og ísan líka. Ufsinn er náttúrulega flökku fiskur í meira mæli. Þú veist aldrei hvað hann er. Nei. En ísan er í ofboðslegu magni hérna núna. Já, víða. Já. Og ég vil bara gefa þar frjálsa líka. Og það er náttúrulega gleði tíðindi að eins og til dæmis bara í Húnaflóanum er búið að vera mikil ísuveiði. Já, ég meina það. Þar sem fékkst valla í soði ísa fyrir 20-30 ára. Já, en veistu það, að ef þú ekki veiðir hann, það bara hverfur hún. Það þarf að veiða þennan fisk. Já, og sérstaklega með tilliti þess ef hann er að horast og lifrin í honum að minka. Já, gætu þess, en sko veiði næsta árs byggist á áskomnum gögnum. Já. Þessi gögn eru meðhandluð eingöngu í tölvum. Já. Það eru fastir dánastuðlar sem er alrám. Já, það vita það. Og það er svo margt sem allir sem vinna í sjávarútvegi. Það tekið tillit til þess. Nei, en það vita það nú allir sem vinna við sjávarútvegi nema fiskifræðingarnir á Hafró. Já. Að náttúrulegu dauðdagi getur aldrei verið rökréttur. Ég myndi kópla þeirra rákjaf út í nokkur ár. Já. Ég held að Hafró verður bara þóli eins og allar aðra ríkistofnanir endurskoðun. Þessi farið yfir starfsættina. Þetta er ríkistofnun og hún er búin að þetta er árangurinn, þetta er yfir 40 ár. Sko ég batt úr svolítið vonum við þetta vegna þess að þeir fengu Deloitte til þess að fara og gera úttekt á stofnuninni. Og þeir áttu viðtal við marga menn sem að hafa verið að gagnrýna, meðal annars mig og fleiri. Að síðan hefur bara ekkert heyrt og það hefur ekkert verið gert. Nei.
Þeir ætla að skila skýrslu í september. Ég hef ekki heyrt. Mér skilst það á einhverjum að það sé bara verið að athuga fjármál og svona eitthvað. Nei, sagan sýnir að við erum ekki á réttir leið og það þarf að það liggur bara í augum uppi að það er endurskoða og láta loðnin í friði. en Jón er ekki það. strákar, það er örugglega má margt gera betur heldur en við höfum verið að gera og það er nauðsynlegt að skoða þetta ofan í kjölinn, ofan í grunninn og breyta vinnubrögð. Við erum búin að minnka hlutfallið af veiðistofni úr 25% niður í 20% í rauninni. Við vitum ekki hvað stofnun er stór. Við vitum ekkert það og svo erum við fastir Við Jón erum sammála það. í 40 ár í svokölluðu togararalli sem að skilar okkur engri þekkingu og mun aldrei gera og aðrar þjóðir eru búin löngu hættar að nota þetta. Nei, þeir eru ennþá í þessu. Ekki allir, Flestir. ekki Bandaríkjamenn. Jú. Nei, ekki eftir því sem ég hef bestu fréttir. Ég er ekki ásum það. Nei, en Má ég spyrja einu, sko. Þú segir hætt að veiða loðnu. Já, Sem sagt að sleppa þeirri loðnu í gegn sem við erum að veiða. sleppin í gegn, Já, veiðan ekki, sem sagt. En bara gæta því. gefa loðnu við hennum frí í einhver ár á meðan að hún er að byggja Jú, sig upp í bíddu við. aftur og bara vistkerfið í. Loðuna sem við erum að veiða. Já. Þorskurinn kemst ekki í hana við fröðum hana fyrir hún er komin inn í veiða. Það er ekki bara að veiða loðnu núna, en loðnugöngur eru litlar. Loðnugöngurnar eru litlar. Já, ég vil bara hún fá að drepast bara þá, ef hún ekki geti. Falla til boss í vistkerfið sem er stór hluti, sko, þetta byrjar, þú veist það. Ef ekki að auka fiskeldi og meiri mengun og skít út það, er það ekki betra? Loðnan er ekki að menga, strákar, sko. þetta er orðið gott hjá okkur í bili og þetta er fínt að skiptast á skoðun Þetta skiptast á skoðun. Já, það er bara og mjög það gott, er bara, holl. það er ekkert að því að menn sé ekki á sömu skoðun en við þurfum hundlega. eitthvað að gera til að breyta og laga og ég ætla að þakka Pétri tæknimanni fyrir að senda hennan þátt út og ég ætla að þakka ykkur fyrir að koma og svo hvet ég allt áhuga fólk sjávarútvegsmál til að styðja við bakið á samstöðinni svo að verði hægt að halda svona ferskri umræðu landsinsgagn og nauðsynjar og kannski sérstaklega finnst mér sjávarútvegur skipta máli. Ef aðalmennundir í sjávarúti er svo forstjóri Hafró og vill ekki mæta, þá verður hann að eiga það við sig já, og aðrir sem þóra aðrir ekki sem að ráða yfir honum. já, þess vegna ef þeir þóra ekki að ræða málin vítt og breytt. Já. Það er bara lífsnauðsynlegt að endur skoða þetta hjá Hafró, þetta gengur ekki upp. Þetta er bara Ég þakka ykkur fyrir drengir Sömuleiðis. og þakka fyrir mig. Takk.